Danskennsla af mörgum talin ein allra besta forvörn fyrir börn og unglinga en þrátt fyrir það fækkar stöðugt þeim grunnskólum á landinu sem bjóða upp á danskennslu. Þannig var dans kendur í 29 grunnskólum í Reykjavík árið 2002 en þeim hefur fækkað jafnt og þétt síðan. Í aðalnámskrá sem kom út á síðasta ári búið að færa dansinn aftur undir íþróttir. En danskennarar margir hverjir hefðu kosið að hafa hann staðsettan undir hreyfingu. Einn þeirra Logi Vigþórsson, danskennari til fjölmargra ára. Það svona kannski ekki nógu mikið vitneskja um það hvar dansinn á að vera, hvort sem mín reynsla svo hún á að vera undir hreyfingu, þó að hún sé sett undir listir líka. Og ég held að það sé svona kannski í skólum, þá kannski listin ekki alveg með eins hátt vægi eins og bara hreyfingin fyrir börn. Mér finnst það að vera mikilvægt fyrir þau að læra þetta sem hreyfingu. Þú danskennari, hvað ertu búin að kenna lengi? 34 ár. Þegar maður að kenna unglingum dans til dæmis, að þá finnst mér ég ekki endilega vera að kenna dans. Af því að það eru svona nokkrir þættir sem að skipta rosalega miklu máli í samskiptum okkar við hvort annað. Og mér finnst ég miklu verið að vera að kenna svona eðlileg samskipti, sérstaklega kynjana. Og snertifælni eitt af því sem bara vandamál og byrjar bara strax í 10, 11, 12 ára að vil ekki koma við náungan, vil ekki koma við næsta mann. Og ég hef til dæmis verið með svona skiptidansa sem ég byrja alltaf á að kenna börnunum, þannig að þau ráða ekkert sérstaklega við hvernig dansa. Og það skiptir heldur ekki máli hvernig manneskjan lítur út, heldur við erum bara að læra að dansa og erum að læra að koma við hvort annað og koma fram hvort við annað með kurteisi. Ef einhver lélegur þannig lagað að ná sporunum, sem náttúrulega bara ekki einhverju gerist eins og alls staðar, að þá var bara hinn aðilinn að reyna að hjálpa honum í staðan fyrir að vera að láta það pirra sig. Og þetta náttúrulega eitt af því sem gerir það verkum að þau fara að vinna saman og hjálpa hvort öðru. Og það svona það sem ég finnst vanta svolítið kannski í svona almennt að vera mikið í þessum svona samskiptum við hvort annað. Við sjáum bara til dæmis bara með símana og allt þetta áreiti sem komið að samskipti að tala við hvort annað bara á undanhaldi og bara orðið vandamál að rauninni hjá sum. Feimnin fer bara ennþá meir í lengri feimni ef þau læri ekki að koma fram hvort annað svona bara eins og ég og þú erum að tala saman. Nú hefur verið að kenna dans hér til dæmis í Árskóla á Sauðárkróki í mörg ár. Sérðu mun á þeim sem þú varst svona að byrja að kenna, hvar voru þau stödd og svo aftur bara krakkarnir sem að núna voru til dæmis í 10. bekk og eru búin að vera að læra dans öll 10 árin sín. Hver þessi munur? Stærsti munurinn er náttúrulega sá að þau eru bara gjörsamlega ófeimin hvort við annað. Og þau vinna saman sem rosalega stór heild eins og til þetta marathón sem við höfum verið með í gangi hérna í langan tíma að þau eru öll að vinna saman og þau eru allan sólarhringinn einhvern veginn að hjálpa hvort öðru og það skilar sér bara í vinskap og öðru sem kannski til bara framtíðar. Lífið snýst nú ekki bara stærðfræði, lestur og skrift. Ekki aldeilis. Hvernig myndirðu vilja sjá þetta gert? Ég myndi náttúrulega vilja sjá það gert að væru kannski fleiri til sem að gætu gert svona mótíf eins og ég hef kannski gert hérna á Sauðárkróki, þar sem við erum að vinna með börnunum að einhverju sem spennandi og skemmtilegt og markvisst og það að gera það svo margan hátt og ég meina hver hefur sína hugmynd hvernig best að gera það en ég alltaf búin að reyna þetta og þetta hefur verið alveg frábært. En nú dans ekki kendur í nærri öllum grunnskólum landsins, það? Nei, því miður þá bara ekki til fólk sem hefur kannski þessa reynslu og kunnáttu til þess að gera þetta. Ja, þú meinar að það ekki til nógu margir danskennarar á Íslandi? Nei, alls ekki. Og það reyndar það sem ég myndi vilja segja í sambandi við danskennara. Að það ekki sama að vera keppnisdanskennari eða vera með svona, eða kenna í grunnskóla. Það bara tvennt ólíkt, Hvernig? Þú ert ekki að fara í einhverja nákvæmar hreyfingar og svona með börnum, heldur ert að kenna þeim bara grunn sem að skiptir máli kannski fyrir þau í framtíðinni. Þú veist, vera ekki feimin að taka upp hald og fara í djæfi eða gera eitthvað, að það skiptir ekki máli að það sé alveg fullkomlega gert, skilurðu. Þetta ekki keppnis. Nei, þetta ekki keppnis. Og það eitthvað það sem við kannski þyrftum að bakka svolítið með og gera meira svona almennt. Þetta á að vera skemmtilegt, ánægilegt og gaman og ég meina við förum á ball og konurnar ekki í einu horninu og kallarnir í hinu horninu, heldur dönsum við saman. En það raunverulegar áhyggjur sem við þurfum að hafa því að dansinn sé á undanhaldi og hann sé að fara út úr skólunum á Íslandi bæði vegna þess að hann ekki lengur fastur í sessi í námskránni og danskennararnir ekki til?
Já, ég held við þurfum að hafa bara áhyggjur af því yfir höfuð að samskipti krakkana svolítið að minnka í því að koma við hvort annað og kunna koma við hvort annað á þess að vera feimin og á þess að vera vandamál. Þetta svona stæðsti punkturinn, mér finnst ég oft meira vera að kenna þetta heldur nokkuð tíma dans. En ef það vantar danskennara og það ekki eftirspurn inn í skólan fyrir danskennara, hvað gerist þá? Ég myndi vilja snúa þessari þróun við náttúrulega. Mér langar rosalega mikið til þess að fara bara að hefja námskeið fyrir einhverja sem að hafa áhuga því að kenna dans. Og þá myndi ég vilja búa til það sem heitir grunnskólakennari í dansi. Því það eitthvað, mín reynsla í allavega núna 25 ár, þar sem ég hef verið að kenna inn í skólakerfinu, mér finnst vanta þetta. Við erum örfá sem við erum að kenna inn í skólakerfinu. Dans, það bara þannig. Og ég veit að við myndum öll vilja standa saman í því að gera eitthvað sem að héti að efla þessa þekkingu. Því að bara nefnum dæmi að leiklist, þegar við setjum upp leikrit, þá eru oft söngleikir. Og hvað væri þá ekki æðislegt að vera með danskennarar á svæðinu í skólanum sem getur hjálpað til við að gera söngleikin. Og þetta er bara eitt af því sem við höfum líka gert hér á Sauðárkróki. Við erum með leikrit þar sem að ég að hjálpa til við uppsetningar og leikritum og svona alls konar hlutum. Þannig að svo sér maður það skila sér upp í framhaldsskólan og svo fara þessi krakkar út í þjóðlífið og eru kannski að halda uppi bara félagsstarfi. Ég er búin að sjá marga sem hafa gengið í gegnum þennan 10. bekk hjá mér á Sauðárkróki sem að gera bara stórkostlega hluti fyrir fram að fólk. Því að feimnin fer líka af þeim þarna. Við erum að losa þau við feimni og við erum að kenna þeim að koma fram. Bara þessi 10. bekkur, þessi sólarhringi, ég veit ekki hvað, koma margir sem að koma allir á Sauðárkróki að horfa á börnin dansa. Þannig þau eru líka fyrir fram að fullt af fólki. Guðjón Jóhannsson, samkennari Loga í Árskóla, tekur í sama streng. Við fáum náttúrulega námskrá sem við vinnum eftir og hún fyrir ári síðan var hún endurunnin og við erum að fara eftir henni. Við áttum að kynna sem flestar íþróttagreinar fyrir börnum í íþróttakennslu í skólum. En núna svona meira frjálsaræði og ég vil sjá að við séum að kynna greinar og láta þau læra það sem þau þurfa að læra upp í 7. bekk. En á unglingastigi að þá myndi ég vilja sjá meiri blöndun, 8., 9. og 10. bekkur yrði bara einn hópur og þau fengi að velja sér leiðir í hreyfingu af því að það er bara það sem áherslan er lögð á þetta að þau hreyfi sig. Og ég væri til að sjá það gerast að hreyfingin yrði svona línumiðuð, það væri hægt að fara í útivist, það væri hægt að stunda sund, það væri hægt að stunda boltagreinar og þetta væri ekki árgangaskipt heldur í rauninni bara svona deildar áhuga skipt. Þetta er svolítið áhugavert en nú til dæmis bundið í lög að kenna þeim sund alveg upp í 10. bekk. Er þessi gífurlega þörf á því í dag árið 2015? Að mínum mati ekki. Auðvitað þurfa þau að læra að synda en þau eru búin að því í 7. bekk og mér finnst að þá ætti þetta að fara út í val. Sund er að vísu frábær hreyfing, frábær valkostu fyrir þá sem vilja hreyfa sig við að synda og algjörlega rétt á sér slík en mér finnst að við ættum að vera búin að útskrifa krakka í 7. bekk með þá sundhæfni sem þau þurfa að hafa í lífinu. Þetta var allt sett á þegar við vorum fiskiþjóð, lítil fiskiþjóð og þurftum að bjarga okkur og eðlilega og það var stórkostlegt afrek að heil þjóð skyldi læra að synda og við megum ekki gleyma því en ég held að megi fara að endurhugsa þetta og hafa sund á unglingastigi sem val af því að við erum í vandræðum með það að fá suma einstaklinga til að mæta í sund. Samkvæmt nýrri námskrá eins og ég skil hana þá er það þannig. Þá er þetta þannig að við gætum útfært þetta í hverjum og einu skóla og maður veit af skólum það sem þetta er í rauninni byrjað, þessi útfærsla að þetta sé meira val. Við erum ekkert að finna upp hjólið með þessu fjölbrautaskólarnir hafa þetta svona. Þú getur svolítið valið þá hreyfingu sem þú vilt þar og ég myndi vilja færa þetta bara niður á unglingastigi í grunnskóla. Hvað með dansinn? Sérð þú einhverja breytingu gerast þegar dansinn er kenndur hérna? Já, dansinn er bara stórkostlegt tæki til þess að breyta þessum samskiptum kynjanna og það finnst öllum
ofsalega gaman að dansa. Ég fylgst með Loga núna í 5 ár í þessu og þetta bara stórkostlega vikur þegar hann kemur. Það allir krakkar, ég á stelpur í öðrum bekk sem bara elska þetta og stelpur í 10. bekk sem var að klára marathon sem búin að elska þetta öll þessi ár að fá að fara í dans. Og ég held að, nú þekki ég flesta nemendur skólans, það eru mjög fáir sem að bíða ekki eftir að Logi komi næst. Þannig að þetta algjörlega frábært framtak og konsept og ég myndi vilja sjá þetta alls staðar.